Í nágrannalöndunum gilda þær reglur að ráðherrum og embættismönnum skylt að gera skýran greinarmun á opinberum ferðum og ferðum í einkaerindum eða á vegum stjórnmálaflokka. Hér á landi virðist hins vegar gilda sú regla að ráðherrar geti látið ríkið greiða fyrir sig ferðakostnað, hvort sem hann á vegum ríkisins eða ekki. Ólafur E. Friðriksson skoðaði þetta mál í dag. Í skýrslu yfirskoðunarmanna ríkisreiknings segir að ástæða sé til að setja reglur ferðalög ráðherra á kostnað ráðuneyta sinna, því oft kunni að vera vandasamt að segja hvenær ráðherra á ferðavegum embætti síns og hvenær ekki. Því segir í skýrslunni: En eðlilegt að ferðalög á vegum stjórnmálaflokka, ýmissa samtaka innan lands eða utan, eða einkaaðila, greiðist ekki af almannafé. Ástæðulaust annað en að þessi efni gildi ákveðnar viðmiðunarreglur svo sem tíðkast í nálægum löndum, segir í skýrslunni. Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings nefna ekki ákveðnar ferðir ráðherra sem tilefni þessara athugasemda. En vitað að Steingrímur Hermannsson hefur farið í 2 ferðir á vegum Framsóknarflokksins sem borgaðar hafa verið af forsætisráðuneytinu. Þær ferðir hafa báðar verið farnar á fundi Liberal International eða Alþjóðasambands frjálslyndra flokka sem Framsóknarflokkurinn á aðild að. Önnur ferðin var farin í apríl og stóð í 3 daga, en hinn ferðin var í byrjun þessa mánaðar til Parísar og stóð í 5 daga. Ráðherrar á 14.600 krónur á dag í dagpenninga og auk þess fá þeir greiddan ferðakostnað og hótelkostnað, þannig að miðað við verðlag í dag hefur Steingrímur fengið 117.000 krónur í dagpenninga frá ríkinu fyrir þessar ferðir á vegum Framsóknarflokksins og auk þess ferða- og hótelkostnað. Ólafur Ragnar Grímsson fjármálaráðherra hefur farið í 2 ferðir á vegum þingmannasamtakana Parliamentarians for Global Action sem hann á aðild að, en eru að engu leyti tengd íslenska ríkinu eða alþingi. Fjármálaráðuneytið greiddi Ólafi Ragnari dagpenninga í 7 daga auk ferða- og hótelkostnaðar vegna ferðar til Moskvu og Oslóar og síðan 6 daga vegna ferðar til Mexíkó í sumar og 2/3 af ferða- og hótelkostnaði. Samtals hefur Ólafur Ragnar því fengið 190.000 krónur í dagpenninga miðað við verðlag í dag vegna þessara 2 ferða sem stofnað var til vegna aðildar hans að fyrrgreindum samtökum. Ólafur Ragnar hefur enda sagt að hann hafi í leiðinni átt viðræður viðskiptamál við ráðherra í þessum ríkjum. En hvaða reglur skyldu tíðkast í öðrum löndum? Samkvæmt upplýsingum sem fréttastofan aflaði sér frá Bretlandi má ráðherra undir engum kringumstæðum láta ráðuneyti sitt greiða ferðir á vegum flokks eða í einkaerindum. Þá og lagt blátt bann við að embættismenn viðkomandi ráðuneyta standi í að skipuleggja slíkar ferðir fyrir ráðherra. Bæði kostnaður og skipulagning slíkra ferða verða að vera á vegum viðkomandi flokks eða ráðherra persónulega. Sama regla gildir í Bandaríkjunum, þar verða ráðherrar, embættismenn og jafnvel forseti Bandaríkjana að greiða sjálfir ferðir og kostnað vegna flokkserinda. Sá bandaríski embættismaður sem við leituðum til tók sem dæmi að ef Bandaríkjaforseti þyrfti að fara á flokksráðstefnu Repúblikanaflokksins frá Washington og notaði til þess flugvél forsetaembættisins, þá þyrfti hann eða flokkurinn að greiða leigu fyrir flugvélina fyrir þá ferð. Hér á landi gilda því aðrar reglur. Hagsmunum ríkisins, flokksins og persónulegum hagsmunum viðkomandi ráðherra gert jafnhátt undir höfði þegar að því kemur að ríkissjóður þurfi að greiða kostnaðinn. Á morgun boðaður bankaráðsfundur í Búnaðarbanka Íslands. Samkvæmt áræðanlegum heimildum Stöðvar 2 verður á fundinum lagt fram uppsagnarbréf Stefáns Hilmarssonar bankastjóra. Helgi Már Artúrsson. Það hefur legið í loftinu nokkra hríð að Stefán Hilmarsson hygðist láta af störfum bankastjóra en hann hefur starfað mjög lengi í bankanum og við að komast á aldur eins og það nefnt. Síðast var rætt að Stefán léti af störfum og viki fyrir Kjartani Jóhannsinni alþingismanni sem var gerður að sendiherra í Brussel nýlega. Bankaráðsmenn sem Stöð 2 hafði samband við í dag vildu hvorki játa því né neita að uppsögn Stefáns yrði tekin fyrir á bankaráðsfundinum í fyrramálið, en Stöð 2 hefur áreiðanlegar heimildir fyrir því að á fundinum verði fjallað uppsögnina og væntanlegan eftirmann Stefáns Hilmarssonar. Í bankaráði Búnaðarbanka Íslands sitja 5 fulltrúar 4 þingflokka. Stefán Valgeirsson, sem á sínum tíma var tilnefndur af Framsóknarflokki, formaður ráðsins, Halldór Blöndal og Friðjón Þórðarson tilnefndir af Sjálfstæðisflokki, Haukur Helgason tilnefndur af Alþýðuflokki og Þórunn Eiríksdóttir tilnefnd af Alþýðubandalagi. Oft hefur það gerst að flokkspólitískum kandidátum stilt upp sem bankastjóraefnum, samanber umræðuna Kjartan Jóhannsson á sínum tíma,
og hafa jafnan orðið nokkur átök stólana. En nú talið að bankamaður verði fyrir valinu. 2 menn innan bankans hafa verið nefndir í þessu sambandi, Sólon Sigurðsson og Sveinn Jónsson, báðir aðstoðarbankastjóra Búnaðarbanka. Þegar formaður bankaráðsins, Stefán Valgeirsson, var spurður það í dag, hvort þegar væri búið að ákveða að Sólon Sigurðsson yrði eftirmaður Stefáns Hilmarssonar snemma á næsta ári, vildi Stefán hvorki játa því né neita. 2 jarðskjálftar, 4 og 5 stig á Richter skóku San Francisco borg í morgun, án þess þó að valda mannskaða eða skemmdum. Hjálparsveitir voru við störf í rústum í dag og við hraðbrautina sem féll saman í stóra skjálftanum í gær. Þar eru enn að finnast lík manna sem fórust í bílum sínum. Kristín Helga segir frá. Ekki talið að slys hafi orðið vegna skjálftana sem urðu í San Francisco í morgun, en upptök þeirra voru á svipuðum stað og upptök stóra skjálftans í gær eða 100 km suður af San Francisco borg. 2500 manns slösuðust í skjálftahrínunni í gær og 3500 manns sitja uppi heimilislausir eftir hamfarirnar. Á 3. tug neyðaratkvarfa hafa verið opnuð vísvegar á San Francisco svæðinu til að hýsa þá sem misst hafa heimili sín, en margir hafa haldið til á götum úti eða í bifreiðum sínum frá því skjálftinn mikli reið yfir í gær. Á þessum myndum má sjá að mikið uppbyggingarstarf framundan á San Francisco svæðinu. George Bush Bandaríkjaforseti heimsækir jarðskjálftasvæðið á morgun, en hann hefur lýst því yfir að allt verði gert til þess að endurbyggja borgina og koma lífi þar í eðlilegt horf sem fyrst. Hjálparsveitir hafa verið við björgunarstörf frá því í gær, en 273 eru taldir hafa látið lífið í skjálftanum. Flestir þeirra voru á ferð á tvöföldu hraðbrautinni sem féll saman í Oakland við flóan andspænis San Francisco. Ríkisstjórinn í Kaliforníu hefur ákveðið að skipa sérstaka nefnd til að rannsaka hvers vegna hraðbrautin og flóabrúin stóðu ekki af sér skjálftan, en í hönnun mannvirkisins var gert ráð fyrir því að það þyldi öflugan jarðskjálfta. Hraðbrautin var byggð árið 1955 og í kjölfar San Fernando jarðskjálftana í Suður Kaliforníu árið 1971 var hún endurbyggð og styrkt með tilliti til jarðskjálfta. Í morgun höfðu fundist 80 lík fórnarlamba skjálftans við brúna. Talið að búið sé að finna alla þá sem voru á lífi í rústum borgarinnar, en þrátt fyrir að stóri skjálftinn í gær hafi mælst 6,9 stig á Richterskvarða er talið að skjálftinn sem reið yfir borgina rétt eftir aldamót hafi verið mun öflugri. Þetta er San Francisco árið 1906. Á þessum tíma var borgin miðstöð menningar og viðskipta í vestrinu, en morgunin eftir að þessar myndir voru teknar skall skjálftinn mikli á sem sérfræðingar giska á að hafi verið 8,3 stig á Richterskvarða. Því hefur verið líkt við að 6 milljón tonn af dínamíti hefðu verið sprengt undir borginni. Eyðileggingin náði yfir 320 km svæði, en þessar einstöku myndir voru teknar þegar San Francisco féll fyrir náttúruöflunum árið 1906. Þrátt fyrir að borgin væri illa leikin eftir skjálftan var það versta ekki yfirstaðið. Næstu daga sprungu gaspípur og eldar komu upp víða í borginni. Vatnsleiðslur sprungu einnig og gerðu slökkviliðsmönnum mun erfiðara vik, og dínamít sem þá var notað til að sprengja niður byggingar og koma þannig í veg fyrir útbreiðslu eldsins verkaði öfugt og fljótlega höfðu slökkvistörf nánast enga þýðingu. Byggingar við það bil 250 götur lögðust í eyði og San Francisco, sem þá var hjarta vestursins, þurrkaðist nánast út. Þetta var mesti jarðskjálfti í sögu Bandaríkjanna. Með hverju kílói sem Færeyingar borða af íslensku kindakjöti þurfa íslenskir skattgreiðendur að borga tæpar 400 krónur. Kristján Már er með sláandi tölur útflutningsbæturnar. Í mörg ár hefur íslenska ríkið greitt umtalsverðar fjárhæðir í útflutningsbætur á landbúnaðarafurðir. Stærstur hluti bótanna hefur farið í að greiða niður kindakjött fyrir nágrannaþjóðir. Á nýliðnu verðlagsári, frá september í fyrra til september í ár, var kindakjött aðalega selt til þessara 4 landa. Taflan sýnir kjötmagnið og það verð sem fékkst fyrir það sem hlutfall af framleiðslukostnaði. Mest fór til Færeyja, 660 tonn, og þar fengust 28% af kostnaðarverði fyrir kjötið. Mismuninn greiða íslenskir skattgreiðendur. Til Svíþjóðar voru seld 650 tonn fyrir 29% af kostnaðarverði. Norðmenn keyptu 371 tonn fyrir 25% af kostnaðarverði. Norðmenn höfðu hins vegar ekki áhuga á þessu kjöti og sendu það áfram til Túnis. Finnar borguðu mest fyrir kjötið,
en þó ekki nema þriðjung af kostnaðarverði. Þetta eru þeir 4 markaðir sem greiða hæsta verð fyrir íslenskt kindakjöt ef undan skilinn íslenski markaðurinn. Nú sýnum við hvað Íslendingar borga nágrannaþjóðum sínum fyrir að borða íslenskt kindakjöt. Færeyingar borguðu 147 krónur fyrir hvert kíló, en á móti greiddu íslenskir skattgreiðendur 377 krónur. Svíar borguðu 152 krónur, meðan Íslendingar niðurgreiddu kílóið 372 krónur. Norðmenn borguðu 131 krónu, en niðurgreiðslan til þeirra, sem fór svo áfram til Túnis, var 393 krónur. Með kjötunu til Finna þurftu Íslendingar að greiða 346 krónur fyrir hvert kíló. Íslenskir skattgreiðendur greiða því að jafnaði tæplega 400 krónur með hverju kílói ofan í þessar frændþjóðir. Útgjöld ríkissjóðs vegna útflutningsbóta hafa á síðustu árum haft tilhneigingu til að fara langt fram úr því sem Alþingi hefur samþykkt með fjárlögum, eins og við sjáum á þessum tölum. Í fyrra, árið 1988, samþykkti Alþingi fjárlög með 527 milljónum í útflutningsbætur. Útgjöldin urðu 300 milljónum hærri eða 825 milljónir króna. Þarna munar 57%. Á þessu ári gerðu fjárlög ráð fyrir 610 milljónum í þessu skyni, en nú ljóst að útgjöld vegna bótanna verða ekki undir 1130 milljónum króna. 520 milljónir hafa bæst við og þetta hækkun upp á 85%. Heildargreiðslur vegna útflutningsbóta í ár stefni það að verða 10-falt hærri en fjárveiting til landgræðslunnar. Við sjáum svo að lokum þá fjárhæð sem gert ráð fyrir að verja í þessu skyni á næsta ári. Þetta eru 767 milljónir króna eða fjórðungi meira en var í síðustu fjárlögum. Bara treysta því að þetta smakkist vel, þetta kjöt, hjá nágrannaþjóðunum. Ungum manni sem hlaut varanleg örkuml þegar hann féll fram af dansgólfi á veitingahúsinu Broadway hafi verið dæmdar í Hæstarétti liðlega 15 milljónir króna í skaðabætur. Með vöxtum þessi upphæð 22 milljónir króna. Þann 2. júní 1986 varð 24 ára gamall maður fyrir alvarlegu slysi í veitingahúsinu Broadway. Hann féll fram að dansgólfi niður í þessa gryfju og fallið tæpir 4 metrar og slasaðist hann mjög alvarlega. Hann getur ekki tjáð sig, í læknisvottorði kemur fram að hann með skerta sjón, hefur ekkert nothæft tal og getur hvorki skrifað né reiknað. Gengur haltur með því að sveifla fæti og hefur engin notaf hendi og ekki að vænta neins bata að mati lækna. Fyrir rétti kom fram að tvisvar áður höfðu gestir fallið fram að dansgólfinu og hafði handriði verið hækkað í tæpar 120 cm en upphækkunin var ekki þegar slysi varð. Þá var handriði 90 cm hátt. Ungi maðurinn hafði tylt sér á handriði og sveiflaði fótunum þegar hann fjall aftur fyrir sig hið örlagaríka kvöld. Það segir Hæstiréttur. Sýndi hann óaðgæslu með því. Hvað sem því líður verður að telja að sú ráðstöfun að fjarlægja útbúnað þann sem hækkaði handriðið hafi verið svo vítavert athæfi að fella verði á gagn áfrýjanda fulla fébótaábyrgð. Það Broadway. Þrátt fyrir nokkurt gágleysi aðal áfrýjanda, það unga mannsins. Það athyglivert að Hæstiréttur fulla ábyrgð á þessu skelfilega slysi með, eins og segir í dómnum, vítaverðu athæfi. Það taka upphækkunina, lækka handriðið. Í bæjarþingi var ungi maðurinn talinn bera hálfa sök vegna gáleysis og voru dæmdar mun lægri skaðabætur. Skilaboðin til veitingastaða þar sem áfengi haft hönd eru þessi. Gætið að, fyrirbyggi slysagildrur, bótaábyrgð ykkar, jafnvel þó gestir sýni eitthvert gáleysi. En þetta vekur upp spurningar eftirlit. Nú var Broadway tekið út og samþykkt af byggingafulltrúanum í Reykjavík þegar húsið var byggt 1981. Þá voru engar athugasemdir gerðar við handriðið á dansgólfinu. Hjá embættinu fengust þær upplýsingar að það hafi ekki tíðkast þá, en þó hafa áratugaskeið verið gerðar kröfur að handrið á svölum húsa væru 1,20 metrar á hæð. Nú hins vegar fylgist embættið með handriðum innandyra að þau uppfylli sett skilyrði. Ólafur Laufdal, veitingamaður, kveðst harma þetta slys. Menn hefðu einfaldlega ekki séð það fyrir og 100.000 gesta hefðu farið Broadway. Sjálfur kvaðst hann hafa verið í góðri trú að öll ákvæði öryggi gesta í Broadway var uppfyllt enda húsið samþykkt og tekið út af byggingafulltrúanum í Reykjavík.
Rekstrar- og viðhaldskostnaður á bílum forsætisráðuneytisins nam 3,4 milljónum króna í fyrra og telur Ríkisendurskoðun nauðsynlegt að ráðuneytið taki þennan útgjaldalið til gagngerrar endurskoðunar. Elín Hirst segir frá. Þessi hái kostnaður, 3,4 milljónir, er vegna bifreiða forsætisráðherra á árinu 1988 en 2 menn gegndu því embætti það ár, þeir Þorsteinn Pálsson og Steingrímur Hermannsson. 3 ráðherrabílstjórar voru á launum hjá ráðuneytinu þennan tíma og er launakostnaður þeirra inn í þessum tölum. Að sögn Sigurðar Þórðarsonar vararíkisendurskoðanda hafa sérstaklega verið gerðar athugasemdir við viðhaldskostnað bifreiðanna enda sá kostnaður mjög hár miðað við önnur ráðuneyti. Samkvæmt upplýsingum frá forsætisráðuneytinu kostaði þetta viðhald 500.000 króna í fyrra. Það sem athygli vekur er að er að ræða nýlegar bifreiðar sem ættu nánast ekkert viðhald að þurfa og gerir Ríkisendurskoðun athugasemd við það. Bifreiðin sem Þorsteinn ók á var af gerðinni Audi árgerð 1988 og Steingrímur ekur á nýlegum Oldsmobile. Ég er alveg sannfærður það að bifreið Þorsteins Pálssonar var vel haldið við en að það sé eitthvað óeðlilegt að ræða. Ég trúi því varla. Nú er þetta 3,4 milljónir í viðhaldskostnað? Ég þekki ekki nokkuð skapalegt til þess máls. Ég sé ekki viðhaldið á bifreið forsætisráðherra. Spænski rithöfundurinn Camillo José Cela hlaut í dag bókmenntaverðlaun Nóbels. Cela er 73 ára gamall og einn af virtustu rithöfundum Spánverja. Kristín Helga. Ein bók hefur komið út eftir Cela á íslensku, Pascual Duarte og hyski hans, en Kristinn R. Ólafsson þýddi hann á íslensku. Fyrsta bók Cela kom út árið 1945 á Spáni og á tímum Francos einræðisherra þar mátti Cela sæta ofsóknum vegna einlægrar túlkunar sinnar á spænsku mannlífi. Nóbelsverðlaunin voru veitt Cela í ár fyrir ríka og næma frásagnargáfu og mikinn skilning á breiskleika mannskepnunar eins og það var orðað í yfirlýsingu sænsku akademíunar í dag. Nóbelsverðlaunaféð eru $455.000 eða það bil 28 milljónir íslenskra króna. Ríkissjóður keypti í fyrra 3 fasteignir án þess að hafa heimild til þess í fjárlögum. 2 þeirra eru í Reykjavík og 1 á Austurlandi. Elín Hirst segir frá. Í skýrslu ríkisreikning ársins 1988 bendir Ríkisendurskoðun á fasteignirnar Klapparstíg 8, Þórarinshús á Eiðum og Skipholt 37 4. hæð en þessar fasteignir voru keyptar án heimildar í fjárlögum. Klapparstígur 8 eða svokallað Flosaport var keypt fyrir bílastæði fyrir stjórnarráðið án heimildar og var kaupverðið 6,5 milljónir. Húseignin Þórarinshús á Eiðum var einnig keypt án heimildar fyrir kennarabústað og nam kaupverðið 2,2 milljónum. Skipholt 37 4. hæð var keypt fyrir Kennaraháskóla Íslands án heimildar í 6. grein fjárlaga 1988 en kaupverðið nam 3,5 milljónum króna. Einnig kemur fram að Ríkisendurskoðun telur heimildir til fasteignakaupa of rúmar og fjárhæðamörk skorti. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar er ítrekað eina ferðina enn að það sé óviðunandi að ríkisstjórnir eyði fjármunum áður en fjárveitingar hafi hlotið meðferð Alþingis í formi frumvarps til fjáraukalaga og að vaxandi skilningur sé á því að sá háttur sem hafður hefur verið á þessar fjárveitingar sé bæði óeðlilegur og óþingræðislegur þótt hann helgist af áratugalangri venju. Og svona á eftir þessum fréttum úr ríkisreikningum er rétt að bæta einni við 2 af 3 yfirskoðunarmönnum ríkisreikninga telja að félagi þeirra, Geir Haarde, hafi gerst sekur trúnaðarbrest þegar gögnum skýrslu Ríkisendurskoðunar bárust í hendur fjölmiðla áður en skýrslan var lögð fram á Alþingi. Elín Hirst segir frá. Í yfirlýsingunni segir að af gefnu tilefni sé rétt að það komið fram að yfirskoðunarmennirnir 2 líti svo á að gögn og upplýsingar sem þeir fá í hendur séu trúnaðarmál þar til þeim hefur verið komið á framfæri á Alþingi og fráhvarf frá þeirri stefnu sé trúnaðarbrestur. Þá er harmað að gögn úr fórum yfirskoðunarmanna hafi borist einum fjölmiðli áður en skýrslan var lögð fram en gögnin séu ekki frá þeim komin en undir þetta rita þeir Lárus Finnbogason og Sveinn G. Halldórsson.
Geir Haarde sagði í samtali við Stöð 2 í kvöld að hann teldi sig hafa fullan rétt til að birta upplýsingar skýrslunni í krafti umboðs frá Alþingi og á grundvelli stjórnarskrárinnar og vísar fullyrðingum trúnaðarbrest algjörlega á bug. Geir sagðist harma að félagar sínir í yfirskoðunarstörfum sem undirrita skýrslu með honum skuli hafa látið undan pólitískum þrýstingi með yfirlýsingu sinni sem sé til þess eins ætluð að draga athygli frá mikilvægum atriðum í efni skýrslunar og gera birtingu hennar að aðalatriði. Bandalag háskólamenntaðra ríkisstarfsmanna sakar fjármálaráðherra sjónhverfingar til að falsa stöðu ríkissjóðs. Kristján Már. Í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 1990 sem fjármálaráðherra lagði fram á Alþingi fyrir 10 dögum gert ráð fyrir að framlög ríkissjóðs til lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins verði skert 500 milljónir króna. Samtök ríkisstarfsmanna hafa brugðist hart við þessum áformum og í dag samþykkti launamálaráð Bandalags háskólamenntaðra ríkisstarfsmanna harðorð mótmæli. Með þessu verið að veikja stöðu sjóðsins og við óttumst það að þetta verði til þess að þessi réttindi verði rýrð í framtíðinni. Formaður BHMR sakar fjármálaráðherra blekkingar með þessum niðurskurði. Í raun og veru ekkert verið að gera þarna annað heldur en að fresta útgjöldum. Það raun og veru verið að með sjónhverfingar að því leytinu til að halli ríkissjóðs minnkaður 500 milljónir og fjármálaráðherrar framtíðarinnar eru skildir uppi með þennan vanda. Hinn nýji leiðtogi austurþýska kommúnistaflokksins, Enoch Krentz, ekki talinn líklegur til stórræðanna og í ræðu sem leiðtoginn hélt í sjónvarpi í gærkvöldi sagði hann að allar breytingar í landinu yrðu að gerast hægt og rólega. Kristín Helga segir frá. Krentz ávarpaði austurþýsku þjóðina í sjónvarpsræðu í gærkvöldi þar sem hann hét því að standa fyrir umbótum en tók þó skýrt fram að ekki kemi til greina að breyta að neinu leyti því grundvallarkerfi kommúnismans sem væri við lýði í Austurþýskalandi. Hann sagði að flokksforystan hefði mist allt samband við fólkið í landinu og að Austurþjóðverjar yrðu allir sem einn að hjálpast að við að endurbyggja samstarf flokksins og almennings. Krentz hefur lýst því yfir að hann hyggist bæta samgöngur milli Austurþýskalands og annarra landa og að umbætur verði að eiga sér stað í hagkerfi landsins. Þó hefur hann þegar gert almenningi það ljóst að hann ætli ekki að láta mótmælagöngur á götum úti og andófsaðgerðir líðast á meðan hann sitji við stjórnvölinn. Austurþýska þingið sem ber heitið Volkskammer mun koma saman eftir helgi til að greiða atkvæði þær opinberu stöður sem losnuðu þegar Erich Honecker, fyrrum leiðtogi Austurþýskalands, sagði af sér í gær. Búist við að Enoch Krentz verði einnig kjörinn leiðtogi landsins og yfirmaður öryggismálaráðsins en þeim embættum hefur Honecker gegnt árabil. Talið að atkvæðagreiðslan í þinginu í næstu viku sé eingöngu formsatriði. Þrátt fyrir að alkunna sé hversu tryggur harðlínumaður Krentz innan kommúnistaflokksins óttast kommúnistar annarra austantjaldsríkja þessar breytingar í æðstaráðinu í Austurþýskalandi. Ráðamenn í Rúmeníu, Búlgaríu og Tékkóslóvakíu hafa lýst yfir efasemdum vegna leiðtogaskiptana og þá sérstaklega í ljósi þeirra miklu breytinga í lýðræðisátt sem nú eiga sér stað í Sovétríkjunum, Póllandi og Ungverjalandi. Áhyggjur þeirra beinast þó ekki að nýja leiðtoganum og flokksforystunni í Austurþýskalandi heldur frekar að þeirri staðreynd að afsögn Honeckers kom til vegna þrýstings frá almenningi. Mikil óánægja meðal íbúa á Eskifirði og Reyðarfirði vegna niðurskurðar á löggæslu í umdæmi sýslumanns Suður Múlasýslu. Lögreglumenn vinna ekki yfirvinnu nema lífið liggi við eins og þeir sjálfur komast að orði. Hallur Hallsson. Lögreglumönnum á Eskifirði bannað að vinna yfirvinnu nema brýna nauðsyn beri til þar sem fjárveitingar til embætti sýslumanns í Suður Múlasýslu eru á þrotum. Sigurður Eiríksson sýslumaður segir strangt aðhald ríkja útkall lögreglu í yfirvinnu og henni beri að haga sér skynsamlega eftir því eins og hann komst á orði við Þórarinn Hávarðsson, fréttaritara okkar á Eskifirði. En neitar öðru leyti að tjá sig málið. Lögreglumenn hins vegar segja að þeim sé bannað að fara í útköll nema lífið liggi við. Bæjarráð Eskifjarðar fjallaði málið á fundi sínum á þriðjudag og mótmælti harðlega niðurskurð á löggæslu sem ráðið segir að bitni hvað harðast á hinum almenna borgara og ráðið krefst úrbóta. Ég út af fyrir sig get ekki ásakað lögregluna fyrir að bregðast ekki við í tíma. Hún hefur fengið fyrirmælum að
að draga úr yfirvinnu eða jafnvel að skera hann alveg niður. Þannig að það við aðra sakast heldur en lögreglumenn. Hrafnkell krefst þess að dómsmálayfirvöld bregðist við en yfirvinnubann lögreglu hefur tekið á sig undarlegustu myndir. Þannig var brotist inn hjá Sigurði Ingvarssyni, forseta Alþýðusambands Austurlands þegar hann var á þingi Verkamannasambandsins á dögunum. Hann tilkynnti innbrotið þegar hann kom austur klukkan 9:30 á sunnudagskvöldi en lögreglumenn mættu fyrst morguninn eftir til þess að rannsaka innbrotið, ekki af áhugaleysi heldur af nefndu yfirvinnubanni. Og á 12. tímanum á sunnudagskvöldi lenti þessi bifreið út í á. Ökumaður misti stjórn á henni með þessum afleiðingum en sem betur fer hlutust ekki meiðsl af. Ökumaður hringdi í lögreglu sem spurði hvort einhver hefði slasast eða hvort bílstjóri hefði verið ölvaður. Báðum spurningu var svarað neitandi. Og úr því svo var sá lögregla ekki ástæðu til þess að fara strax á staðinn heldur mætti morgunin eftir trúð þeim fyrirmælum að ekki mætti fara í útkall nema líf manna liggi við. Ökumanni hins vegar þótti ráðlegra að fara sjálfur í blóðprufu svo hann þyrfti ekki að liggja undir grunum af haft bakkus sem fylgdarsvein undir stýri, með þessum líka afleiðingum. Og lá honum hver sem vill, en íbúðin fyrir austan ekki skemmt. Og þá klikkjum við út með hálfgerðum hörmungarfréttum af íslensku skáksveitinni í Danmörku. Hún tapaði í dag fyrir Dönum með 4 vinningum, eða það að segja Danir fengu 4 vinninga, okkar menn 2. Íslendingar hafa einungis unnið 1 land, það að segja Færeyjar, með minnsta mögulega mun, 3,5 vinningi gegn 2,5. En tapað fyrir Pólverjum og Finnum og standa jafnir Norðmönnum, en einnig skák þar ólokið. Skák Jóns L. Árnasonar fór í bið. Sjaldan eða aldrei telt ver þessir drengir. En það fleira á sviði. Elín. Já. Það verður efni af ýmsum toga hér á eftir við byrjum á fréttaskýringu Þóris Guðmundssonar Indland og síðan samantekt ofvætur og samtök þeirra. Varta vesturþýsk gæðaframleiðsla. Rafhlöður til allskyns nota í úrið, myndavélina, útvarpið, farsímann. Varta rafhlöður framleiddar af Varta. Varta rafgeimana velja framleiðendur betri bíla eins og Benz og BMW. Varta ofurkraftur, ótrúleg ending. Mandarín, kínverski veitingastaðurinn við Tryggvagötu býður upp á notalegt umhverfi og ljúffengan austurlenskan mat. Þú gæðir þér á réttunum með prjónum eða hníf og gafli. Líttu inn, Mandarínin við Tryggvagötu. Vönduð og vel hönnuð byssa skilar árangri. Bjóðum upp á landsins mesta úrval af rifflum og haglabyssum. Fransi, Benelli og Betty Soli eru þar á meðal. Hafðu öryggið alltaf í fyrirrúmi, það gerum við. Veiðihúsið. Bjórhnetur, chilihnetur, salthnetur, kokteilhnetur, glimjandi gott gæða snakk fyrir skemmtilegt fólk og harðgerðar skálar. Tímaritið Mannlíf komið út. Konungur grínsins, lesendur Mannlífs útnefndu Ladda sem finnasta mann landsins. Í sláandi forsíðu viðtali fellir hann grímuna. Íslensk fyndni, spaugileg skoðanakönnun Mannlífs. Dóttir skáldsins Hrefna Benediktsson komin heim til að deyja. Okkar maður á Norðurlandi Gísli Sigurgeirsson í hressilegu viðtali. Mannlíf, magnað metsölu tímarit, frjálst framtak. Hraust og hress, loksins á myndbandi. Frábærar æfingar sem skila þér ótrúlegum árangri. Mér verður aldrei liðið betur. Þetta alveg meiri háttar. Á myndbandinu Hraust og hress eru fyrst sýndar upphitunaræfingar
síðan góðar æfingar fyrir maga, rass, læri og handleggi og í lokin teygjur og slökun. Alveg frábær. Hraust og hress með Önnu Haraldsdóttur íþróttakennara hjá líkamsræktinni Hress. Hún þekkir æfingarnar sem skila þér bestum árangri. Þetta myndband gæti reynst þín besta fjárfesting. Frjálst framtak. Söngleikir og rockóperur á Hótel Íslandi. Lög úr frægustu söngleikjum og rockóperum síðustu 20 ára. Í flutningi okkar fremstu söngvara og dansara ásamt stórhljómsveit undir stjórn Jóns Ólafssonar. Sögumaður Rósa Ingólfsdóttir. Miðasala og borðapantari daglega. Hótel Ísland. Hendurnar eru verðmæt eign sem verður að vernda. Í áratugi hafa hanskarnir frá Marigold reynst frábærlega. Þeir eru sterkir, liprir, þykkir og þunnir, hæfa vel hinum fjölbreyttu störfum. Margreindir á norðurslóðum. Heildsölubirgðir, 66 norður, Skúlagötu 51. Geðsjúklingar þurfa á hjálp að halda. Sýnum ábyrgð okkar í verki og kaupum kálíkil helgina. Seint að kvöldi, það bíður þín krás í sólareldi. Það bíður þín krás, bros og gaman. Það bíður þín krás og kemur saman. Miðjan vetur, það bíður þín krás og brosar getur. Það bíður þín krás, heitur kaldur. Það bíður þín krás, bræðið galdur. Fremstir fyrir bragðið, já SS. Flestum finnst mjólk góð, en mörgum finnst hún enn betri með Lúsern. Lúsern kakómalt, bæði drýgra og betra. Prófið bara sjálf. Hvar sem hvað sem þú ert að gera, Lilla Pási. Svissneskt gæðasúkkulaði með kornkrisp, núkakrisp, jógúrtkrisp eða bara hreint súkkulaði. Lilla Pási, svissneska gæðasúkkulaðið frá Milka. Stand up! They were alone. He was a stranger. What have you done to him? He's gone. There was no warning, no escape, and no place to hide. Terror doesn't always come out at night. Dead calm, a voyage into fear. Enda þótt heimurinn sé sífellt að minnka og fólki okkar heimshluta sé oftar minnt á atburði í fjarlægum löndum, þá víðsýni Vesturlandabúa ennþá takmörk sett. Ríki með hundruðum milljóna þegna, eins og Indland, eru fráleitt eins oft í fréttum og fámenn nágrannaríki okkar. Enda þótt umrótið þar sé að jafnaði langt meira en gerist og gengur í kringum okkur. Við skulum halda til Indlands, skoða þjóðmálin þar, í tilefni af því að Rajiv Gandhi, forsætisráðherra landsins, hefur boðað til þingkosninga í landinu eftir mánuð. Þetta verða engar tvísýnar kosningar haldnar í skugga fjármálahneykslis og múturþægni. Þórir Guðmundsson segir frá. Rajiv Gandhi er atvinnuflugmaður og hann ætlaði sér aldrei að taka þátt í stjórnmálum. En dauði móður hans, Indíru Gandhi, kollvarpaði þeim áformum. Rajiv var eini eftirlifandi sonur Indíru og því féll í hans hlut að hafa umsjón með bálför hennar og ekkert þótti sjálfsagðara en að hann settist í stól forsætisráðherra að henni látinni. Áður en árið var liðið hafði Rajiv efnt til kosninga og kongressflokkur hans unnið eitt sinn mesta kosningasigur. Síðan eru liðin 5 ár. Ríki Rajivs Gandhis er stærsta lýðveldi á þessari jörð. Íbúar eru 800 milljónir. Þótt fátækt sé talsverð þá er stjórnmálaþátttaka mikil og almenn. Þúsundir manna mæta á framboðsfundi og í kröfugöngur. Þessa dagana beinast kröfurnar ekki hvað síst að Rajiv Gandhi sjálfum. Throughout these 40 years we have managed to
hold together the country as a viable, free, democratic institution where the rule of law prevails. And within this system, we have been able to show that economic progress and social justice are possible, and that it does not require an authoritarian or a totalitarian form of government to provide for the basic needs of the people. Rangarajan sendiherra Indlands á Íslandi en með aðsetur í Oslo. Þetta hugmynd flestra Indland. Milljónir manna í einum haug, framandi trúarbrögð og undarlegir siðir. Það allt til á Indlandi en þessi næst stærsta þjóð í heimi líka 10. mesta iðnveldið. Aðeins stórveldin hafa fleiri vísindamenn og verkfræðinga. Indverjar senda könnuði á suðurskautið og gervitungl út í geim. En stjórn Rajiv Gandhis hefur verið sökuð hernaðarhyggju. Hún eyðir gífurlegu fé í herinn miðað við það hversu þörfin mikil annars staðar. Þegar ásakanir komu fram að sænska vopnasölufyrirtækið Bofors hefði mútað háttsettum embættismönnum, þá urðu stjórnarandstæðingar að snúa sér til sænska sendiráðsins til að fá upplýsingar því ekki fengust þær hjá Rajiv Gandhi. Samt hét hann því að fela ekkert. We are not afraid of the truth. We have nothing to hide. We have opened everything government has got to the parliamentary committee. We are not hiding, we are not shirking, we are not running away. En það var þó frá Svíþjóð sem sönnunargögnin komu og flestir eru sannfærðir að Rajiv hafi haldið hlífiskildi yfir spilltum embættismönnum. Þetta þeim mun verra að Rajiv hefur á 5 ára embættisferli reynt að halda fast í þá ímynd sanngirni og heiðarleika sem fylgdi honum í upphafi. Nú eru mótmælafundir haldnir gegn honum og flokki hans, Congress E. Now we want that this judicial inquiry should be scrapped and all those responsible, including ministers in the central cabinet, they should be prosecuted, arrested, and all Congress I workers who have been associating with the November 84 riots should be expelled from the party. Until and unless Congress does it, it cannot win back the confidence of the Sikhs. We have lost all confidence in Congress I and Congress I government, but not in the country and the nation. Rajiv Gandhi atkvæðamikill á alþjóðavettvangi, en friðarstarf Gandhis að nokkru í skugga ófriðar innanlands. Í Punjab hafa þúsundir mann látið lífið fyrir höndum hryðjuverkamanna Sikha. Ólga í hérðunum norðan Bangladesh svo mögnuð að ferðamönnum haldið frá stórum svæðum þar. Í Kashmír berjast múslimar fyrir sjálfstæði og hér og þar Indland eru mannskeið trúarátök næstum reglulegar uppákomur. Samt sem áður Rangarajan sendiherra bjartsýnn. What the world can do is to protect it so that all of us here today think of it as a trust which we pass on to our children and hope that they deem it a trust and pass it on to their children. Hvort þessi heimspekilega afstaða til lífsins verði til þess að Indverjar sameinist áfram leiðsögn Rajiv Gandhis hins vegar annað mál. Hann þriðji ættliður valdamanna. Afi hans, Nehru, tók við völdum þegar Indverjar fengu sjálfstæði. Móðir hans, Indira Gandhi, varð forsætisráðherra skömmu eftir fráfall hans og Rajiv tók við eftir dauða hennar. En nú hefur stjórnarandstaðan sameinast gegn Rajiv Gandhi og hann þarf að hafa sig allan við ef hann ætlar ekki að glata fjölskylduarfinum. Beint úr fristi, niðursneitt úrvalsgrænmeti. Í pottinn. Á pönnuna. Í ofnin. Eða örbylgjuna. Með kjöti. Og fiski. Í salati. Eða súpuna. Og sérréttin. Sólargrænmetið í hávegum haft. Þú átt að skilið.
love letters straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night. When I can have Jakobskaffi, ekki bara svolítið dýrara. Skínandi uppþvottur án tauma. White Magic þvottaduft fyrir sjálfvirkar uppþvottavélar. Það munurinn. Daihatsu Ferosa, enn ein byltingin á bílamarkaðnum frá Daihatsu. Daihatsu Ferosa, alvöru jeppi á fólksbílaverði með fólksbíla bensíneyðslu. Daihatsu Ferosa, jeppinn fyrir hinn almenna borgara til allra almennra nota. Bensíneyðsla, 7,7 lítrar utanbæjar, 11 lítrar innanbæjar. Daihatsu Ferosa fullkominn jeppi með vökvastýri og fjölmörgum nýjungum. Með Daihatsu Ferosa liðinn sá tími að jeppar séu of dýrir. Of dýrir í rekstri fyrir hinn almenna borgara. Daihatsu Ferosa, framtíðarjeppi fjölskyldunar. Brimborg HF, Skeifunni 15. Langar þig í ferðalag? Þá Tæland ómótstæðilegur kostur. Ferð til Tælands engin venjuleg sólarlandaferð. Þar fara saman öll hugsanleg nútíma þægindi og töfrar framandi menningarheims. Tæland býður upp á hlýtt veðurfar, heillandi umhverfi, fjölskrúðugt iðandi mannlíf, einstakt landslag, stórkostlegar baðstrendur og fjörugt næturlíf, allt sem hugurinn girnist. Og hótelin sem þú getur valið úr með þeim allra glæsilegustu í heimi. Það sem komið hefur íslenskum ferðalöngum hvað mest á óvart hversu ótrúlega lágt verðlagið Tæland, perla Austurlanda. Flestum finnst mjólk góð, en mörgum finnst hún enn betri með Lúsern. Lúsern kakómalt, bæði drýgra og betra. Prófið bara sjálf. Matur mannsins megin og nú þegar tími námskeiðanna að renna upp það ekki einvörðungu allskyns matarnámskeið sem eru áberandi. Menn eru líka að læra hvernig þeir eiga að borða og umgangast mat svo ekki stefni í óefni. Þar má nefna fundi OA-samtakana, ónefndra átvagla og jafnframt fundi fyrir svonefndar ofætur. Þau námskeið eru ekki bara fyrir fólk sem of feitt, ofæta í nýjum skilningi jafnframt það fólk sem borðar of lítið eða allt of óreglulega. Sigmundur Ernir hefur skoðað matarvenjur námsmanna. Borðar á reglulegum tíma? Nei, já, svona yfirleitt reyni ég að gera það. Þá bara þegar þú ert svangur eða hvað? Aðalega, já. Það bara þegar maður svangur þá náttúrulega borðar maður. Það skiptir ekki máli hvort það sé klukkan 12 eða 5 eða 11 eða hvað sem Of lítið á morgnan og mikið á kvöldin. Hvað með þig? Borðar þú of lítið á morgnan og of lítið á kvöldin? Og mikið á kvöldin? Já, ég borða frekar lítið á morgnana en hátíðinum svona örlítið meira kannski. Mikið á kvöldin. Gefið ykkur góðan tíma til þess að borða? Svona yfirleitt en ekki á morgnana. Vakna seint. Það svona alla vega. Það oft svona snarl bara í hádeginu. Maður oft svona á hlaupum að redda hinn á þessu. Kemur það fyrir því að þú gleymir að borða? Já, það kemur fyrir en náttúrulega það kemur einstaka fyrir. Gleymir því oft að borða? Gleymið bara ekki tíma til þess að borða, allavega ekki reglulega, svona virka daga og ég hátti náttúrulega alveg útilokað. Svo ég borða kannski klukkan 3 því ég er búin að vinna, svo það ekki beint regla á þessu. Gleymir aldrei því að borða? Jú, allt of oft. Og hvað gerist þá? Magatruflanir? Já, þá fær maður maga, sár og vesinn. Verður það góð. Takk. Þetta segir fólkið á götunni matarvenjur sínar. Fæstir gefa sér góðan tíma til að borða. Margir gleyma morgunmat, sumir gleyma oft að borða, en aðrir gleyma því aldrei og borða yfir sig. Þetta rímar við hugmyndir Axels Guðmundssonar matarvenjur landsmanna, en hann hefur haldið sjálfstæð námskeið til að liðsinna fólki í glímuna við ofótt
Og ofát getur verið allavega, menn borða ýmist of mikið eða of lítið og svo eru margir sem borða mjög óreglulega. Orsakirnar eru andlegar, Axel talar fíkn og ofát sem hvern annan sjúkdóm, að matur getur reynst mönnum eins og fíknilyf. Ég vil allavega tala fíkn, þó að heilbrigðisyfirvöld vilji kannski ekki tala fíkn. Þar þó farið að viðurkenna til dæmis alkóhól sem fíkniefni. Það jafnvel farið að viðurkenna sígarettur og kaffi sem fíkniefni. Men ég vil ganga svo langt að tala sykur til dæmis, hvítan sykur sem fíkniefni, hveiti, sem sagt unnin kolvetni vil ég tala sem fíkniefni. Það að segja að þetta eru efni sem að koma ofætunni í ákveðna vímu og hefur að mörgu leyti sömu áhrif og önnur vímuefni, fíkniefni. Og víman eitthvað ástand sem að ofætan sækist í vissum tilfellum og notar á sama hátt og til dæmis alkohólisti notar alkóhól. Ofát getur tekið á sig skelfilega myndir. Nanna tvítug og hefur átt við offitu vandamál að stríða í mörg ár og saga hennar, sem hún kýs að segja okkur án nafns og myndar, á köflum ótrúleg. Ég var farin að loka mig algjörlega af og loka mig inni. Ég vildi ekki tala við annað fólk og ég var bara orðin paranoid. Ég gat ekki labba niður í bæ, mér fannst allir verið að horfa á mig og mér fannst það bara sjálfsagt að enginn vildi tala við mig af því ég var svona feit. Og svo náttúrulega borðaði ég líka alveg brjálæðislega mikið. Ég bara borðaði þangað til að ég lá bara afvelta og gat bara ekkert gert. Hvernig bregst þetta fram? Fórst út í búð og keyptir heilan helling og sást svo heima og borðaði fram á nótt? Sko, það var nú líka feluleikur í sambandi við það að ég gat ekki farið út í búð og keypt mér alveg heilan helling. Heldur labbaði ég allt hverfið og fór inn í alla sjoppurnar og keypti mér svona lítið í hverri, sko. Og helst að láta lítið út fyrir að ég sé að kaupa kannski fyrir 2 eða 3, sko. Og svo bara lokaði ég mig inni og borðaði. Og sko ég borðaði oft þangað til ég ældi og þá bara beið ég smá stund og hélt svo áfram. Fannstu fullnægingu í því að borða út af fyrir sig? Já, það var eitthvað, sko, maður kemst, sko, það var komið út í það að eftir svona vissan skammt, það var ég bara eins og ég bara færi undir einhver svona áhrif. Ég bara var snar vitlaus, sko. Og þá náttúrulega hafði ég ásökun fyrir það að þurfa ekkert að hugsa veröldinni í kringum mig, sko. Það var ég bara í mínu drauma heimi, sko. Hvernig hefur þið reynst að vinna þig út úr þessum vanda? Það hefur reynst mér alveg ofsalega erfitt. Ég reyndi til að byrja með í samtökunum að taka sem með öllum þeim sérleyfum sem ég gat hugsað mér. Þurfa ekki að taka prógramminu svona 1, 2 og 3. Og það bara, vandamáli svo miklu meira. Það öll andlega hliðin sem í sambandi við þetta, svo margt sem tengist í. Og það alveg rosalegt átak að rífa sig út úr þessum vítahring, sko. Einhver ein leið öðru fremur sem þú hefur heillast af? Já, ég hef mikið leitað til Guðs og það hefur bara hjálpað mér að komast í gegnum dagana og nota þá leið mjög mikið og eins eru náttúrulega fundirnir mjög mikilvægir og svona ná sem sagt kontaktnum við annað fólk og segja hvernig mér líður í staðan fyrir að borða alltaf, sko. Og ég nota alltaf sem sagt matinn og sælgæti, ég nota það alltaf sem svona einhvern félaga. Það nú ég að reyna að brjóta það upp að leita til fólksins eða eitthvað í staðan fyrir að leita í matinn. Nú ert þú spengilegur maður að sjá en átt að þínum að tenga síður við vandamál að stríða í sambandi við mat. Hvernig hefur það lýst sér? Já, neysluvenjur mínar voru þær, ég sem sagt ofæta og neysluvenjur mínar voru þær að borða ýmist of mikið eða of lítið, það sveiflaðist. Ekki það að ég væri að svelta mig meðvitað, heldur ég var sem sagt borðaði of óreglulega. Og
Þegar ég í ofáti, þá hef ég komist að, eftir að ég fór að stunda fundi hjá OA-samtökunum, að neysluvenjur mínar í ofáti eru nákvæmlega þær sömu og hjá ofætu sem allt of feit þegar hún í ofáti. Þannig að ég hef alveg tímanlaust á við þetta vandamál að stríða. En þeir sem borða of lítið, haga þeir sér einhverju leyti eins og þeir sem borða of mikið? Já, það allavega mín reynsla að borða of lítið og of mikið. Það anorexía, það nú fræði heitið yfir það að borða of lítið. Og félagslegu þættirnir, andlegu og félagslegu þættirnir vil ég tala þeir eru nánast alveg þeir sömu og hjá ofætunni sem borðar of mikið. Það að segja, það félagsleg einangrun, það sjálfshöfnun, það léleg sjálfsvirðing og það almenn andleg vanlíðan sem að ofætan sem borðar of lítið og ofætan sem borðar of mikið eiga sameiginlegt. Guðrún fertugt og rétt eins og Nanna sem við ræddum við áðan, meðlimur OA samtakana Overeaters Anonymous sem þýða mætti ónefnd átvögl. Hennar reynsla af offitu svipuð sögu Nönnu. Þetta náttúrulega rosaleg græðgi. En fíknin kemur, þetta hangir með, þegar að mótstreymið kemur í lífinu, þá vantar mann eitthvað til að bæta sér upp. Og ég hef notað sykur og sætindi og sætabrauð og sælgæti. Það mín lausn, ég hef hlaupið í það þegar mér liðið illa til að fá einhvern vellíðan. Og það hefur virkað smá stund en svo bara fæ ég svo mikla vanlíðan á eftir. Og það það sem hefur gert mér erfitt fyrir. Það hefur hlaup út í vöðvabólgu og spik sem ég leiðist að vera með og ég veldur að vissu leyti minnumáttarkennd. Manni finnst erfitt að hitta fólk, sérstaklega manni boðið eitthvað, þá langar mann að vera grannur og sætur og þetta hefur allt áhrif. En vandamálin eru inn í manni og það ekki fyrr en að ég var búin að prófa líkamsræktina og hafði tapað heilmiklu kílóum og lenti svo í ákveðnu áfalli innan fjölskyldunar heima hjá mér og ég sá þetta hrúast allt saman upp aftur og ég neitaði að horfast í augu við allt, ég vildi bara liggja í sætindum. Það var lausn að mér var bent á þetta aftur og þá fór ég að hlusta og fór að drífa mig í þessi samtök, það ár síðan. Og mér finnst þetta hafa bjargað lífi mínu. Vegna þess að nú ég fann að vinna í þessu frá hinum endanum. Ég hætt að vigta mig reglulega og hætt að hugsa hver ég sé að missa af. Nú ég fann að vinna í vandamálunum. Ég hafði kynnst Al-Anon í millitíðinni og það hjálpaði mér að trúa því að ég geti fengið hjálp í gegnum þessu OA-samtök. Og með því að vinna í þessu vandamáli hinum megin frá, þetta tilfinningalegt og andlegt og félagslegt. Og þegar ég fór að vinna í því frá þeirri hlið, þá það að fara að gefa mér frelsi og árangurinn byrjar að koma. Já, þarna fræddust við matarvenjur ekki aðeins námsmanna heldur allra landsmanna. En það var það veðrið, Ómar Ragnarsson. Já, veðrið, það nú sumt svipað í því eins og í þessu með átvöglin. Vegna þess að mestu átvögl sem við þekkjum Íslendingar eru einmitt lægðir sem komast hérna út á Atlantshafið og komast þar í safaríkt og volgt fóður og verða feitar og pattaralegar og miklar eins og þessi lægð sem hérna fyrir Sunnarlandið. En þá fer fyrir þeim ofta eins og átvöglunum að þær hægja á sér, þær verða svo fyrirferðarmiklar og það einmitt það sem þessi lægð hefur gert. Hún fer mjög rólega með mjög myndarleg skil hérna í boga og hún yljar hérna frændum okkar á Norðurlöndum, Frökkum og ég veit nú ekki hvort hann hefur áhrif suður á Spán. Nú en við erum hérna komið með 7 stiga hita í dag, það var hlýjast hér í dag og mikinn austanvind því að hún snýr þessu svona lægðin og ætla setjum bara ekki 8 hér og það má búast við að landi bara hverfi í rigningu að mestu leyti og þessu hjálpar hæð hérna yfir Grænlandi og hér ein lægð og önnur lægð hér og ein hérna lengst, já, hún svo langt frá að við bara sjáum hann ekki meira. En ef við líta nánar á hvernig þetta hér á Íslandi í dag. Já, þar með verður Íslandskortið með veðrinu á morgun svolítið öðruvísi hjá okkur í kvöld en að undanförnu. Vindurinn verður búinn að snúa sér til norðausturs á norðan- og vestanverðu miðjan dag á morgun samkvæmt spá Veðurstofu Íslands og ennþá strekkingur víðast hvar en suðaustlæg átt á Suðausturlandi og austlæg á Austurlandi.
Nú þeir búast við að þá verði súld eða rigning á Austurlandi, skúrir á Suðausturlandi, allt vestur undir eyjar, að minnstakosti, en rigning á norðanverðurlandinu, helst ætti að hanga þurrt á Suðvesturlandi. Það búist við hlýnandi í bili vegna þess að lægðin nálgast, 6 til 9 stiga hita á sunnanverðurlandinu en 3 til 6 stiga hita á norðanverðurlandinu, kaldast á Vestfjörðum. Og við reynum núna aðeins að rýna fram til helgarinnar, lægðin á eftir að nálgast, hún áttur að fara hér upp með Austfjörðum, segja þeir, og við skulum bara taka þennan vind í burtu og taka þessi rigning í burtu, við fáum nefnilega norðan átt eftir sem líður á helginni og þá kólnar, þannig að það gæti orðið einstigs hiti eða jafnvel einstigs frost á sunnudaginn, ávist að vera 0, ég finn það ekki, og við getum verið með sem sagt éljagang fyrir norðan einhvern og bjart fyrir sunnan. En að því við vorum að tala mat, Elín, eitthvað meira korn? Já, áður við kveðjum hér í 1919 skulum við líta á fróðleiksmóla dagsins. Custer hershöfðingi, Grace prinsessa af Monaco og Winston Churchill sváfu öll með hundinn uppi hjá sér. Og þá veitum við það. En 1919 lokið í kvöld, við verðum hér á sama tíma annað kvöld, verið sæl.